resurrection. Hallelujah, his life is death's defeat. All praise to God the Father, all praise to Christ the Son, all praise to the Holy Spirit. Our God has overcome, the King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name I believe in the hope of heaven. He's preparing a place for me, far beyond what hearts imagine, ears have heard or eyes have seen. I believe that a day is come. He's returning to claim his bride. Light the altar, keep it burning. See the Lamb who rose the glory light. All praise to God the Father, all praise to Christ the Son, all praise to the Holy Spirit. Our God has overcome, the King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name I believe. No, I'll never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away from the one who saved my life? No, I'll never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away from the one who saved my life? No, I'll never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away from the one who saved my life? All praise to God the Father, all praise to Christ the Son, all praise to the Holy Spirit. Our God has overcome, the King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name I believe. All praise to God the Father, all praise to Christ the Son, all praise to the Holy Spirit. Our God has overcome, the King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name I believe. In Jesus' mighty name I Amen. Halleluja. Takk Jesús. Velkomin á samkomu í dag. Gott að sjá ykkur. Við ætlum að halda fram að lofa Guði saman. Allir til í það? Halleluja. Takk Jesús.
ást þín er endalaus. Halleluja, Faðir. Við lofum þig, Drottinn minn og Guð, og bara þökkum þig, Faðir minn, fyrir þennan dag. Við þökkum þig, Drottinn minn, að við megum koma fram fyrir þig í dag og lofa þig og upphefja, Faðir. Bara kom þú, heilagur andi, og vertu með okkur í dag, Faðir. Halleluja, Jesús. Amen. Nú ætla krakkarnir að fara fram í krakkakirkjuna. Halleluja, Faðir. Hann stendur í eldi.
þú, drottinn Jesús. Takk, Faðir minn og Guð. Takk, Faðir minn og Guð, að þú stendur með okkur. Faðir, þú ferð fyrir okkur, drottinn. Þú ferð fyrir okkur, Faðir Guð. Halleluja, Jesús. Halleluja, Jesús. Takk, Faðir.
langar að biðja ykkur að gera mér og ykkur greiða. Mér langar aðeins að við lokum augunum augnablik. Við erum öll á þeim stað að við höfum einhvað bænarefni í hjörtum okkar eða vitum af einhverju sem við viljum biðja fyrir. En mér langar að hvetja okkur í örskama stund til þess að hugsa það sem við getum þakkað fyrir. Einhverja blessun í lífið þínu, einhvern hlut eða einstakling sem þú ert þakklátur fyrir eða aðstæður. Tökum okkur smá stund. Stundum getur verið erfitt að finna eitthvað sem við erum þakklátt fyrir, en ég vissum að það er eitthvað sem við getum þakkað fyrir í dag. Mér langar svo að við biðjum saman fyrir bænarefnunum sem eru á hjörtum okkar og mér langar líka til að við þökkum fyrir það sem við höfum í lífum okkar. Það er blessanir sem eru í lífum okkar og fyrir þá aðila sem í kringum okkur eru sem við erum að þakka fyrir. Að því að stundum þurfum við að horfa upp og yfir kringumstæðurnar okkar. Stundum er það erfitt, en þá þurfum við að minna okkur á hvað það er sem við getum þakka fyrir. Sækjum í blessanirnar, drögum þær fram, ekki íta þeim frá okkur. Drögum blessanirnar og bænasvörin til okkar og minnum okkur á það sem við höfum í dag. Af því að það skiptir máli, því að það gefur okkur styrk til þess að stíga fram í bæninni fyrir veikleikum, fyrir þeim sem eru úti og þjást. Það gefur okkur styrk. Það segir í Sálmir 37:5: Fel drottni vegu þína og treystu honum. Hann mun vel fyrir sjá. Þannig mér langar að við treystum honum í dag, fyrir bænarefnum okkar, fyrir hugrenningum okkar, að við getum lyft öllu okkar upp til hans og að hann gefi okkur augu til að sjá upp og yfir kringumstæðurnar okkar. Þannig að við skulum biðja saman. Heilagi Faðir minn, ég þakka þér fyrir einn og sérhvern sem hér er inn í dag, Drottinn minn. Faðir minn, ég þakka þér fyrir það að við getum komið fram með okkar bænarefni, Drottinn minn. Og Faðir minn, ég veit að þú mætir okkur einu og sérhverju þar sem við erum í dag, Drottinn minn. Faðir minn, þú þekkir hvert einasta hjarta. Þú þekkir brotin, þú þekkir sárin og þú þekkir tárin, Drottinn minn. Faðir minn, ég bið að koma og mæta lífum fólks í dag, Drottinn minn. Sem aldrei fyrir, Drottinn minn. Ég bara biðist, Drottinn minn, að þú hjálpir okkur að hefja augun okkar á þig í dag, Drottinn minn. Að við megum sjá upp og yfir kringumstæðurnar, Drottinn minn. Að þú gefur okkur styrk til að halda áfram, Drottinn minn. Að þú gefur okkur hugrekki til að stíga ný skref í dag, Drottinn minn og Guð. Faðir minn og Guð, bara gefðu okkur gleði í dag, Drottinn. Gleði til að halda áfram, Drottinn minn. Gleði til að bara knýja á, Drottinn minn. Faðir minn, ég þakka þér fyrir það að þú svarar bænum okkar. Ég þakka þér fyrir það, heilagi himneski Faðir minn. Ég þakka þér fyrir bænasvörin sem þú hefur veitt okkur nú þegar, Drottinn. Og það blessanir sem eru í lífum eins og sérhvers hér í dag, Drottinn minn. Ég þakka þér fyrir það, heilagi Faðir. Og Faðir minn, bara legg einn og sérhvert fram fyrir þig. Og ég bið að mæta fólkin okkar í dag með lækningu, með lausn, Drottinn minn, og endurreisn, elsku Faðir, á þann hátt sem að þú einn getur veitt, Drottinn minn. Heilagi himneski Faðir minn. Og Faðir minn, ég bið fyrir börnunum okkar sem eru hinum megin. Ég bið þess að sú kennsla sem að fer fram hinum megin megi bara grópast í hjörtum barnan okkar. Ég bið þess að þú styrki börnin okkar og þá þau Matta og Kristínu og þá aðila sem eru frammi, Drottinn minn, biðjum að gefa þeim hugrekki til að halda áfram og halda út, Drottinn minn, að þú bara vernd yfir börnin okkar, lítil, unglingana yfir börnin okkar öll, Drottinn. Ég þakka þér fyrir að þú leiðir okkur áfram, Drottinn minn. Og Faðir minn, ég bara bið fyrir Hálfdani þegar hann talar út þitt orð hér á eftir, Drottinn. Ég bið þess að þú gefur okkur eyru sem að heyra, Drottinn minn, og ég bið þess, Drottinn minn, að þú bara gefur okkur eitthvað nýtt í dag. Þetta sé ekki eins og hver annar sunnudagur, heldur bara við erum að koma á stefnumót með þér. Faðir minn, megið þú breyta hjörtum okkar í dag.
að þegar við göngum hér út í dag að við verðum ný sköpun, Drottinn, og við megum vera vitnisburður þegar við göngum út úr þessari kirkju, þegar við förum og hittum fjölskyldu okkar að vini ykkar eða í vinnuna, við megum vera vitnisburður það hver þú ert, Drottinn minn, að því að þú einn skiptir máli, Drottinn minn. Takk, elsku Jesú, fyrir að þú ert með okkur hér í dag, í Jesú heilaga nafni. Amen. Við ætlum að halda áfram að lofa Guð. Ég hvet ykkur til að muna eftir blessununum og því sem við getum þakka fyrir í dag. Ég hvet ykkur. Amen. Amen.
Halleluja, heilagi Faðir, ég þakka þér fyrir að við erum aldrei ein, drottinn Guð. Þó við göngum í gegnum storminn, drottinn Guð, þá ert þú með okkur. Þó við förum í gegnum dimma dalinn, drottinn Guð, þá ert þú með okkur, drottinn Guð. Ég þakka þér fyrir að þú ert með okkur í dag, drottinn Guð, þú ert hér á þessari stundu, Faðir. Ég bið að smyrja varir mína þegar ég tala þitt orð, drottinn Guð. Ég bið að undirbúa hjört okkar, drottinn Guð, fyrir þitt orð, Faðir. Að gera okkur á góðum jarðvegi, Faðir. Að þitt orð megi vera sem gróðursett í hjörtum okkar, megi setjast þar að, drottinn Guð, skjóta rótum, vaksa og bera ávöxt í lífum okkar, Faðir. Biðum að þitt orð, drottinn Guð, megi draga okkur nær þér í dag, drottinn. Takk, Jesús. Halleluja, Faðir. Takk, drottinn Guð. Halleluja, amen. Amen. Gott að sjá okkur í dag. Þetta voru viðbrögð, maður. Halleluja, amen. Ekki gott að koma saman í hús Guðs og lofa hann, hinn eina sanna Guð. Hinn eina sanna Guð. Amen. Ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna, það er nú ekki hluti á ræðunni. Það sem ég sagði hérna við það sem er að þjóna hérna fyrir stundina, það segir í síðari krónikubók 17. kafla: Drottinn var með Jósafat af því að hann fylgdi fordæmi Davíðs forföður síns. Hann leitaði ekki til Balana, heldur til Guðs föður síns. Fylgdi boðum hans og hegðaði sér ekki eins og Ísraelsmenn. Af því að hann fór eftir boðum Guðs. Hann hegðaði sér ekki eins og fólki fyrir utan, eins og heimurinn hegðaði sér. Heldur fór hann eftir boði Guðs. Orði hans að það var Drottinn með honum. Amen. Og hann er með okkur í dag. Við erum hér ekki til þess að upphefja Bal, við erum hér til þess að upphefja hann. Hinn eina sanna Guð, Drottinn Jesú Krist. Amen. Halleluja. Halleluja. Ég ætla að fara að spyrja ykkur, hvað eru margir á Instagram eða Facebook eða Snapchat eða TikTok eða X eða einhverjum samfélagsmiðlum? Flestir, ef ekki allir, ok? Flest okkar ef ekki öll er á einhverjum af þessum samfélagsmiðlum. Við erum með einhverju sem að fylgja okkur og við fylgjum einhverjum. Við fylgjum vinum okkar, við fylgjum kunningum okkar, við fylgjum gömlum skólafélögum, fjölskyldum okkar og einhverjum fleirum kannski. Og ég ætla að fá að gera smá könnun, þetta er ekkert alveg eitthvað heilögt, þetta þarf ekki að vera ógeðslega nákvæmt, en ég ætla að segja hvað eru margir sem eru með 100 fylgjendur eða fleiri á Instagram. Það eru einhverjir með fleiri en 200 fylgjendur á Instagram? Það fækkar í hópnum. Eru einhver með fleiri en 500 fylgjendur? Já. Eru einhver með fleiri en 1000 fylgjendur á Instagram? Það er ein hendi. Er einhver áhrifavaldur í salnum? Engin hendi. Ok. En hvað fylgjum við mörgum á Instagram? Eru einhverjir sem að fylgja fleiri en 100? Já. Er einhver sem að fylgja fleiri en 200? Einhverjir sem að fylgja fleiri en 500? Sko, það er ennþá einhverjir. Einhverjir sem að fylgja fleiri en 1000? Bara ein. Ein sem fylgir fleiri en 1000. En fylgjum við einhverjum áhrifavöldum? Einhver? Já, við erum nokkuð sem fylgjum einhverjum áhrifavöldum. Ég fylgi ekki mörgum áhrifavöldum. Amen. Áhrifavaldur, ég fylgi nokkrum. Ekki mörgum, en þeir sem ég fylgi, þeir vekja áhuga minn á einhvern hátt. Eitthvað sem er tengt mínum áhugamálum eða mínum lífstíl. Og ég er að velta fyrir mér, hvað værum við tilbúin í að leggja á okkur til að fylgja þessum áhrifavöldum
ef þeir væru ekki á samfélagsmiðlum? Mundum við fylgja þeim ef þeir væru ekki á Instagram og ekki á Facebook og ekki á Snapchat og ekki á TikTok og hvað þetta heitir allt? Mundum við ferðast á milli bæjarfélaga til að hlusta á það og tala? Eða fylgjum við þeim bara í fjarlægð í gegnum síman okkar? Og hvað er það sem að gerir áhrifavalda að áhrifavöldum? Áhrifavaldur er einhver sem hefur áhrif á hegðun fólks. Í dag er það yfirleitt kauphegðun. Áhrifavaldur þeir fá í hendurnar vörur sem að þeir pröfa og auglýsa síðan fyrir sínum auglýsendum eða sínum fylgjendum. En það er ekki alltaf kauphegðun, það getur verið útlit. Hver hefur ekki séð einhverja Instagram stjörnu sem að flexar sixpackinu sínu og maður lítur niður og maður sér ekkert sixpack? Það er þarna einhvers staðar en maður bara sér það ekki og maður fyrir ræktina til að reyna að ná þessu fram. Að sixpacki mitt sjáist fyrir ykkur öllum. Í dag þá er rosalega vinsælt hjá stelpum að fara og fá fyllingar í varirnar og það hefur áhrif á fjölmargar stelpur og það hefur að líta út alveg eins og allar hinnar af því að það sjá áhrifavaldin takk með þetta útlit sem að þær vilja ná. Áhrifavaldar hafa áhrif á líf okkar. Og ef við horfum aftur í tíman, þá eru áhrifavaldar ekki að koma fram fyrst í dag. Sjokker, krakkar. Vitið þið þegar Björgvin Halldórsson, eða Bó eins og við þekkjum hann, þegar hann braut á sér framtönn. Það komu fjölmörg dæmi þar sem að unga fólk þess tíma fór og braut í sér framtönn af því að Bó var með brotna framtönn. Þetta var sannur áhrifavaldur. Ekki rétt? Bítlarnir, þeir höfðu áhrif á milljónir manna. Strákar byrjuðu að læra hljóðfæri út af Bítlunum. Þeir höfðu áhrif á tískuna, þeir höfðu áhrif á hugsunarhátt fólks, þeir voru áhrifavaldar. Ein áhrifamesta ræða sem flutt hefur verið var flutt 28. ágúst 1963. Þetta er ræða sem hinn vestræni heimur þekkir. Það sem að Martin Luther King segir, ég á mér draum. Martin Luther King hafði áhrif á líf ótal margra. Hann hafði áhrif á heimsbyggðina. Og ég pröfaði að googla mestu áhrifavalda sögunar. Og það var áhugaverður listi sem kom upp. Og ef við fer yfir svona nokkur sæti, þá er hann svona í 25. sæti Jóhannes Gutenberg, Napoleon Bonaparte, Martin Luther, Karl Marx, Julius Caesar, Buddha, Nikola Tesla, Adolf Hitler, Moses, George Washington, Abraham Lincoln, Gandhi, Sókrates, Martin Luther King, Shakespeare. Og komum við í 10. sæti, Plato, svo Darwin, Alexander Mikli, Galileo, Muhammed, Aristoteles, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Albert Einstein og í 1. sæti Jesús Kristur. En það er áhugavert að bera hana lista saman við áhrifavalda í dag. Þá sem hafa flesta fylgjendur. Vitið hvernig hann lítur út í dag? Fólk sem að gera stórkostlega hluti fyrir samfélagið okkar. Cristiano Ronaldo í 1. sæti. Justin Bieber, Ariana Grande, Selena Gomez, Taylor Swift, Dwayne The Rock Johnson, Katy Perry, Kylie Jenner, Rihanna og Kim Kardashian. Þetta eru áhrifavaldar okkar í dag, fólki sem breyta heiminum. Þetta er öðruvísi listi en áhrifavaldar sögunar. En það sem er svo gaman að sjá er það Jesús Kristur sem í 1. sæti yfir mesta áhrifavald sögunar. Amen. En hverjir voru það sem að fylgdu honum? Hvað var hann með stóran hóp fylgjenda?
Biblían segir okkur frá lærisveinunum 12 strákar sem að fylgdu honum hvert sem hann fór. Biblían talaði síðan 72 sem fylgdu Jesú. Svo tala Biblían enn fleiri, bæði konur og karlar sem að fylgdu Jesú. Og Biblían talar fjöldamann sem komu saman til að hlusta á hann. Fólk sem að fylgdu honum virkilega eftir. Ekki bara á Instagram og Facebook, heldur fylgdu honum eftir. Þúsundir fylgdu honum til þess að heyra hvað hann hafði að segja. Í eitt skiptið þá voru það 5.000 karlmenn, auk, kvenna og barna, segir Biblían. 5.000 menn pluss konur og börn, við getum áætlað að það verið 15 til 20.000 manns í þetta eina skipti. Í eitt skipti voru komnir svo margir að Jesús, hann þurfti að fara í bát og fara frá landi til að geta tala til allra. Húsin fylltust af fólki og Jesús sagði, komdu og fylgdu mér. Fylgdu mér. Og fólk fylgdi Jesú ekki bara í fjarlægð á Instagram, heldur fylgdi það honum hvert sem hann fór. Hvert sem hann fór. Og það var ekki bara þegar hann sagði fylgdu mér, heldur var eitthvað við hann. Það var eitthvað við Jesú sem fekk fólk til þess að fylgja honum. Og ef við skoðum til dæmis Pétur og hans fyrstu kynni af Jesú. Þá var Pétur nýkominn í land eftir langa nótt. Árangurslaus veiði. Hann veiddi ekki einn fisk. Netin komið tóm upp úr vatninu. Hann sat og var að þrífa netin, hann var að ganga frá. Þessi nótt að baki, nú er best að fara heim og hvíla sig, svo ég geti undirbúið mig fyrir næstu nótt. En Jesús kemur til hans og biður hann að fara aðeins frá landi þannig að hann geti talað til fólksins. Og Pétur gerir það, hann fer aðeins frá landi og Jesús byrjar að tala til fólksins og Pétur situr, hlustar og fylgist með Jesú. Heyrir hvað Jesús er að kenna. Og þegar Jesús er búinn að tala til fólksins þá snýr hann sér að Pétur og segir, Pétur, farðu aftur út á vatnið og legðu aftur netin. Pétur var búinn að vera alla nóttina og ekki fengið einn fisk. Það minnir mig svolítið á þegar ég fer að veiða. Þegar ég fer í veiði og stend út í vatni eða á og kasta allan daginn og fæ ekki neitt. Og ef ég segi við Ásdísi, herru, ég er hérna, mér er búið í veiði, þá brosir hún alltaf út í annað og spyr, ætlar að koma með eitthvað heim í þetta skipti? Þetta er ekki einu sinni ígjur, sko. Ég veiði aldrei neitt. Stend allan daginn og kasta og fæ ekki neitt. Og ég var á þessum stað, ég er búinn að kasta allan daginn og ekki fengið einn fisk. Ég er komin upp á land, ég er komin úr vöðlunum, er að ganga frá veiðafærunum og allt komið í unni tösku og ég er að setja inn í bíl. Og þá kæmi einhver og segði, herðu, farðu nú og kasta það aftur. Ég er ekkert upprifin af því, sko. Ég er búinn að reyna allan daginn, vinur, ég fekk ekki neitt, nú er bara komin tím til að fara heim. Ég er búinn að ganga frá, búinn að þrífa allt, farin á vöðlunum, komin í skóna, ég nenni ekki aftur í gallan út. Pétur, hann hefði getað verið á þessum stað. Hann þekkti vatnið. Hann var búinn að reyna að veiða alla nóttina. Hann vissi að það þýddi ekkert að halda áfram. Búinn að þrífa netinu og ganga frá. Tilbúinn til að fara heim. Af hverju ætti hann að hlusta á einhvern sem var smiður en ekki fiskimaður? Af hverju ætti hann að vera að hlusta á einhvern áhrifavald? Hefði hann hlustað á hvern sem er? Ekki líklegt. En það var eitthvað við orð Jesú sem varð til þess að Pétur sagði, fyrst að þú segir það. Fyrst að þú segir það, skal ég leggja netin. Og hann fer út á vatnið, leggur netin og hvað gerist? Netin fyllast af fiski. Það fyllast af fiski. Pétur, hann heyrði það sem Jesús sagði. Og það var eitthvað við það
sem að Jesús sagði, sem að sagði fyrst að þú segir það. Þá ger ég það. Fyrst að þú segir það. Og hann var tilbúin til að heyra, hann var tilbúin til að sjá það sem að Jesús gerði og hann var tilbúin til að fylgja Jesú. Hvert sem hann fór. Og vitið, það var ekki bara Pétur. Heldur var það fjöldi fólks sem að fylgdi Jesú og gerir enn þann dag í dag. Amen. Jesús mesti áhrifavaldur allra tíma og enn í dag hann áhrifavaldur milljóna manna. Og vitið, hann kallar okkur, hann kallar á mig og hann kallar á þig til þess að vera áhrifavald. Af því við erum öll áhrifavaldar. Við erum öll áhrifavaldar. Og meðan ég stend hér og tala til ykkar, þá ég að reyna að hafa áhrif á ykkur. Við sem foreldrar, við höfum áhrif á börnin okkar. Það sem gerir mig að því sem ég í dag, að stórum hluta vegna þess uppeldis sem ég fekk. Vegna hvernig mamma og pabbi ólu mig upp. Það sem að þau settu í mitt líf. Þess vegna skiptir máli hvernig við tölum við börnin okkar. Hvernig við ölum börnin okkar upp. Hvað við kennum börnunum okkar. Og vitið þið, börnin okkar, þau læra miklu meira og sjá miklu meira af hvað við gerum heldur en við gerum okkur grein fyrir. Þau sjá hvernig við tölum við aðra, hvernig við komum fram við aðra, hvernig við komum fram við maka okkar. Þau sjá og heyra hvernig við lífum okkar lífi. Þau verða fyrir áhrifum okkar. Við erum áhrifavaldar. Og við eigum öll að vera áhrifavaldar. Jesús sagði, farið út allan heim og predikið fagnaðarerindið öllu mannkyni. Þetta í Markús og Guðspjalli, 16. kapla, og Mattíus og Guðspjalli, 28. kapla, það segir, farið því og gerið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni Föður og Sonar og Heilags Anda og kennið þeim að halda allt það sem ég boðið yður. Fyrir mér hljómar þetta eins og að vera áhrifavaldur. Farið út og verið áhrifavaldar. Farið út og hafið áhrif á þá sem eru í kringum ykkur. Farið út og segið öðrum frá mér, segir Jesús. Farið út og kennið allt það sem ég hef kennt yður. Farið út og gerið það sem ég hef gert og gerið fólk að lærisveinum. Gerið fólk að lærisveinum. Lærisveinum. Hvað er lærisveinn? Hvað er að vera lærisveinn? Það er fólk sem vil læra meira og meira Jesú. Fólk sem vil breyta lífi sínu fyrir Jesú. Og ég og þú getum haft áhrif á líf fólks með því hvernig við lifum og hvað við segjum. Orðskuðirnir 18. kapli og vers 21 segir, dauði og líf á tungunnar valdi. Dauði og líf á tungunnar valdi. Og í Jakobsbréfinu, 3. kapla, þar segir, sjáiði skipin, svo stór sem þau eru og rekin af hörðum vindum. Þeim verður stýrt með mjög litlu stýri, hvert sem stýrimaðurinn vill. Þannig einnig tungan, lítill limur, en lætur mikið yfir sér. Sjáu hversu lítill neisti getur kveikt í miklum skógi. Sjáu við getum talað út líf og dauða. Við getum uppörvað fólk og við getum dregið fólk niður. Við getum haft áhrif á fólk með því sem við segjum. Hvað segjum við? Hvernig tölum við? Og eru að segja frá Jesú? Eru að segja öðrum frá honum? Hvað var það sem að fekk fólk til þess að fylgja Jesú? Og af hverju fylgir fólk Jesú enn þann dag í dag? Jesús, hann var öðruvísi en trúarleiðtogar hans tíma. Á tímum Jesú þá skipti öllu máli að fara eftir lögmálinu. Þú ættir að fara eftir lögmálinu, þú ættir að fara eftir öllum reglunum, öllum boðunum og öllum bönnunum sem voru í lögmálinu. Ef þú fórst ekki eftir lögmálinu,
þá átti þú á hættu að vera refsað. Og við lesum til dæmis það að þú gast verið grýttur ef þú braust lögmálið. Það segir í Jóhannesar Guðspjalli 8. kafla: Farisegar og fræðimenn komu með konu staðna að hordómi. Lét hana standa mitt á meðal þeirra og sögðu við Jesú: Meistari, kona þessi var staðin að verki þar sem hún var að dría hór. Móse bauð okkur í lögmálinu að grýta skyldi slíkar konur. Hvað segir þú? Farisegarnir og fræðimennirnir, trúarleiðtogar þessa tíma, þeir vildu grýta konuna að því hún hafði brotið lögmálið sem að þeir kenndu. Þeir vildu refsa henni. Þeir sögðu auga fyrir auga, tönn fyrir tönn. Lögmálið segir að við eigum að grýta slíkar konur. Og hér eru við erum hver og einn með okkar stein. Við erum tilbúin til að ganga fram í hörku, samkvæmt lögmálinu. En Jesús var öðruvísi. Hans kennsla var öðruvísi. Hans fas var öðruvísi. Hann brást öðruvísi við. Og Jesús sagði við fariseana og fræðimennina: Sá eitthvað sem syndlaus kasti fyrstu steini á hana. Svo segir: Þegar þeir heyrðu þetta, fóru þeir burt einn af öðrum, öldungarnir fyrstir. Jesús var einn eftir og kona stóð í sömu spórum. Hann rétti sig upp og sagði við hana: Kona, hvað varð af þeim? Sakfelldi enginn þig? En hún sagði: Enginn, drottinn. Jesús mælti: Ég sakfelli þig ekki heldur. Jesús sýndi konunni kærleika. Jesús dæmdi hann ekki fyrir það sem hún hafði gert. Hann dæmdi hann ekki fyrir það hver hún var, heldur sýndi hann kærleika. Hvernig höfðu við brugðist við? Og hvernig bregðust við fólki í dag? Fólki sem kannski ekki með allt sett á hreinu. En hver okkar með allt okkar á hreinu? Hver okkar syndlaus? Hver okkar getur kastað fyrsta steininum? Jesús mætti öllum sem á hans vegi varð með kærleika. Fólki sem braut gegn lögmálinu mætti hann með kærleika. Fólki sem var útskúfað úr samfélaginu mætti hann með kærleika. Fólki sem var háttsett og fólki sem var láttsett mætti hann með kærleika. Hann mætti þeim sem var veikur og læknaði. Hann mætti þeim sem var þjakaður og listi. Jesús elskaði alla menn sem hann mætti. Ólíkt trúarleiðtogum þess tíma, sem settu svo á háan stall og horfðu niður á fólkið. Og hvernig tíðarandinn í dag? Við erum tilbúin til að ráðast á fólk. Við erum tilbúin til þess að tala fólk niður. Við erum tilbúin til þess að dæma fólk. Við erum tilbúin til að jarða fólk. Ef það bara ekki sömu skoðunar og við. Og það er eins og allir séu með stein í hendi, tilbúinu til að kasta. Það er saga í Lúkas og Guðspjalli 19. kafla, saga Sakkeus, saga sem að mörg okkar þekkja. Við þekkjum þessa sögu, hann var yfirtollefndumaður, Sakkeus var auðugumaður, og við vitum það að tollefndumenn þessa tíma, þeir eru engar vinsældakeppnir. Þeir voru mjög óvinsælir. Hann var ekki með 25.000 like, hann Sakkeus. Fólk leit niður á þá. Fólk hataði þá. Þeir tóku skatta af samlöndum sínum, skiluðu til Rómverja sem voru með völdin í landinu, en þeir tóku yfirleitt meira en þeir áttu að taka og settu mismuninn í sinn vasa. Urðu ríkir á því að stela af fólkinu. Og Sakkeus var mjög duglegur í því að stela af fólkinu, taka fyrir sig, svo hann myndi efnast og hann geti lifað hátt. Efnast á því að vera óheiðalegur. En vitið, Sakkeus var forvitinn. Og þegar Jesús kom til borgarinnar og Sakkeus vildi sjá hver þessi Jesús var. Það var ekki búið að finna upp Instagram og Facebook, hann gat ekki farið síman,
Hann var að fara á staðinn til þess að sjá Jesú. Hann var að fara á torgið út á götu til að sjá hver Jesús var. Vandamáli var að Sakkeus sem var frekar lítill, lágur vexti og hann sá ekki yfir allt fólkið. Hann var að reyna að sjá Jesús. Hann sá ekki fyrir öllu fólkinu. Hann sá ekkert. Og hvað gerir Sakkeus? Klifrar upp í tré. Ótrúlega snjall. Klifrar upp í tré. Það sem að Jesús sér hann og kallar Sakkeus. Sakkeus, flýt ofan, í dag ber mér að vera í húsi þínu. Það litu allir niður á Sakkeus. Það voru allir tilbúin til að dæma Sakkeus. En Jesús mætti honum í kærleika. Sakkeus flýtir ofan, í dag ber mér að vera í húsi þínu. Svo segir þeir sáu þetta, letu allir illa við. Þeir letu allir illa við og sögðu hann þykir boð hjá bersyndugu manni. Allir sem sáu þetta. Undirströkum, allir. Allir sem að urðu vitna að þessu og þeir voru ekki fáir. Þeir buðust illa við. Ef það hefði bara verið nokkrir í kringum Jesú, þá hefði Sakkeus ekki þurft að fara upp í tré. En það var margmenni í kringum Jesú og hann sá ekkert. Þess vegna fór hann upp í tré. Og þannig situr Sakkeus upp í tré og Jesús kemur og Jesús kallar á hann. Og hvað haldið það hafi gerst? Allt í einu var Sakkeus miðpunkturinn af því sem var að gerast. Allra augu voru komin á Sakkeus. Þessi hataði maður, þjófurinn sem stelur frá okkur, tollefndu maðurinn, svikarinn, þarna hann. Og allir horfa á hann. Allir sem sáu þetta letu illa við. Það brugðust allir illa við þessu. Og sögðu hann þykir boð hjá bersyndugu manni. Sakkeus, bersyndugur. Þeir eru hneykslaðir, þeir eru undrandi og þeir skildu ekki hvað Jesús var að hugsa. Farísearnir, trúarleiðtogarnir, þeir hneyksluðust af Jesú. Að Jesús skildi umgangast svona fólk, tollheimtumenn. Og þeir segir, hann etur með tollheimtumönnum og bersyndugum. Hneyksluðust. Það var engin kærleikur til tollheimtumanna. Og hvernig haldið að Sakkeus hafi liðið upp í tré þegar allra augu er á honum? Þegar allur fjöldinn hneyksluðast á honum? Af því að Jesús vildi umgangast hann. Þennan bersyndugum mann. Sakkeus fann ekki fyrir neinum kærleika, ekki neinum, nema frá Jesú. Jesús var sá eini sem sýndi honum athygli. Jesús var sá eini sem að dæmdi hann ekki. Jesús var sá eini sem sýndi honum kærleika. Og Jesús sagðir, farið. Farið út allan heim. Kennið það sem ég hef kennt yður. Farið út allan heim og komið fram við fólk eins og ég kom fram við fólk. Farið út allan heim og sýnið fólki þennan kærleika. Kærleikan sem ég sýndi. Kærleikan sem ég sýndi öðrum, kærleikan sem ég sýndi þér. Jesús sagði, Sakkeus, flýttu þig niður af því í dag ætla ég að vera í húsi þínu. Í dag ætla ég að vera með þér. Vitið, Jesús, hann hefði getað valið úr hópnum hvert sem var. Hann hefði getað farið heim til hvers sem var hana. Allra trúarleiðtogana. Hann hefði getað farið til hvers sem var. En hann valdi Sakkeus. Hann valdi Sakkeus. Og takið eftir því, hann þekkti með nafni. Hann sá Sakkeus og hann kallaði með nafni. Sakkeus. Þeir einhver sem að ég er að sjá í fyrsta skipti. Eða einhver sem ætti ekkert endilega að vita hvað ég heiti. Ef hann áarpar mig með nafni, vitið þið, það lyfti mér upp. Það lætur mig finna að ég skipti máli.
að þessi aðili vissi hvað ég heiti. Hann sér mig, hún sér mig og mér finnst ég skipta máli. Jesús kallaði Sakkeus með nafni að þegar Jesús sá hann og Sakkeus skipta hann máli. Og hann flýtti sér ofan og tók á móti honum glaður. Allt í einu var einhver áhrifavaldur sem að fólkið eldi sem sá Sakkeus og kallaði á hann, þekkti hann með nafni, vildi koma heim til hans, vildi borða með honum. Maðurinn sem var hataður, maðurinn sem var litið niður á. Jesús vildi koma heim til hans af því að Jesús elskaði hann. Og þannig mætti hann öllu fólki, hvort sem var háttsettir eða láttsettir, menn eða konur eða börn. Fólk sem var útskúfað og fólk sem var inn. Hann mætti öllum með kærleika. Farið út og gerið alla þjóðir lærisveinum. Ég spurði í upphafi hvort það væri einhverjir áhrifavaldar í salnum. Það fór engin hend á loft. Nú ætla ég að spyrja aftur. Eru einhverjir áhrifavaldar í salnum? Þessi í Jesaja 7. kafla og versi 8. Þá heyrði ég rödd Drottins sem spurði: Hvern skal senda? Hver vill reka erindi vort? Ég svaraði: Hér ég, sendu mig. Vitið þið, Jesús er mesti áhrifavaldur sögunar. Og hann kallar okkur, hann kallar mig og hann kallar þig til þess að vera áhrifavalda. En spurningin erum við tilbúin til að vera áhrifavaldur fyrir hann? Erum við tilbúin til að segja hér ég, sendu mig? Vitið þið, það skiptir áhrifavalda öllu máli að fá sem flest like. Að fá like á það sem þeir eru að gera. Og það ætti að skipta okkur mestu máli að fá like þegar við segjum frá Jesú. Að Jesús fái like fyrir það hvernig við lifum lífum okkar. Að Jesús fái like fyrir það hvernig við tölum. Að Jesús fái like fyrir það hvernig við komum fram við náung okkar. Þegar við sýnum öðrum kærleika. Og ég spyr í dag, erum við tilbúin til að rísa á fætur? Erum við tilbúin til þess að taka stöðu okkar? Erum við tilbúin til þess að vera áhrifavaldar fyrir Jesú, að hafa áhrif á þá sem eru í kringum okkur? Erum við tilbúin til þess? Ég vil skora á okkur í dag að ef þið eru tilbúin til þess að vera áhrifavaldar, að taka stöðu ykkar. Ég vil skora á okkur, standa upp í dag og segja: hér ég, sendu mig. Ég vil fá lofgjörðuna upp. Halleluja, Jesús. Drottinn Jesús, ég þakka þér fyrir að þú ert mesti áhrifavaldur sögunar. Ég þakka þér fyrir að þú hefur áhrif á mig og þú hefur áhrif á okkur sem að hér erum, Drottinn. Og ég bið þig, Drottinn Guð, að við getum stigið í þín spor, Drottinn. Að við getum haldið áfram, Faðir, að fara út með fagnaðarerindið. Að við höldum áfram að segja frá þér, Jesús. Að við höfum áhrif á þá sem eru í kringum okkur, Jesús. Að við verðum áhrifavaldar fyrir þig. Ég þakka þér fyrir það fólk sem þú hefur sett í kringum okkur, Drottinn Guð, sem að við getum talað til, sem að við getum sýnt fordæmi fyrir, Drottinn Guð, sem að við getum verið fyrirmynd fyrir, Drottinn Guð. Og ég bið þig sem að við bara, sem hér erum, Drottinn Guð, að við tökum stöðu okkar, Drottinn, verðum ljósin í myrkrið, sýnum við fólk í kærleika, komum fram við fólk eins og þú, Jesús, komst fram við fólk. Að við séum vitnisburður fyrir þig, Jesús. Halleluja, Jesús. Takk, Drottinn Guð, fyrir að þú
gefur okkur það sem þarf til þess að vera vitnisburður fyrir aðra. Að þitt ljós sem að skín í okkur megi skína fyrir aðra, drottinn Guð. Takk, Jesús. Halleluja, Faðir. Halleluja. Af hverju fylgdi fólk Jesú? Af hverju fylgir fólk Jesú í dag? Af því að hann elskar fólk. Af því að hann elskar mig og hann elskar þig. Af því að hann elskar okkur það mikið að hafa tilbúin til þess að koma til jarðarinnar sem maður. Hafa tilbúin til þess að deyja á krossinum fyrir mig og fyrir þig. Það segir í Filipi bréfinu, hann var í Guðs mynd. En hann fór ekki með þess að fengsinn að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu, lagði allt til hliðar, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lægði sjálfan sig og var hlýðinn allt til dauða, já dauðans á krossi. Hugsið ykkur, Jesús kom ekki með það sem fengsinn að vera Guði líkur. Hann kom ekki og sagði, haha, hér er ég er Guð. Hann setti allt annað til hliðar, hann setti það til hliðar og var mönnum líkur. Allt í einu var Jesús sem er sonur Guðs eins og ég og þú. Gekkum gegnum það tilfinningar sem við gengum í gegnum. Upplifið það sem við upplifum. Stóð frammi fyrir freistingum alveg eins og við stöndum frammi fyrir freistingum. Það var maður eins og ég og þú. Og það segir í Jóhannesar Guðspjalli 1. kafla í upphafi. Áður en nokkuð var til, að þá var Jesús til. Að allir hlutir urðu til fyrir hann. Jesús var hjá Guði í upphafi, þegar jörðin var sköpuð. Hann var þar þegar fyrsti maður var skapaður. Hann var og er sonur Guðs. Hann var tilbúin til að leggja allt til hliðar, af því hann elskar okkur, af því hann elskar mig og hann elskar þig. Og alveg eins og Jesús sá Sakkeus, að þá sér hann þig. Hvort sem þú situr eða stendur, hvort sem þú fylgist með í fjarlægð, hvort sem þú ert heima hjá þér eða ert hér í salnum. Hann sér þig og hann kallar þig með nafni. Jesús sagði við Sakkeus, í dag ber mér að vera í húsi þínu. Jesús vil líka vera í húsi þínu, hjartaðinu, í lífiðinu. Og Jesús segir í Opinberunarbókinni, 3. kafla versi 20, ég stendur dyrnar og ég kný á. Ég stendur dyrnar og ég kný á. Ef einhver heyrir röst minn og lýkur upp dyrunum, mun ég fara inn til hans og neita kvöldverð með honum og hann með mér. Alveg eins og með Sakkeus, þá vill hann koma inn í þitt líf og hafa samfélag við þig, af því hann elskar þig. Við því Jesús, hann er ekki bara einhver sögupersóna sem var uppi fyrir 2000 árum síðan. Heldur lifir hann í dag og hann vill mæta þér. Hann vill mæta þér. Sakkeus, hann opnaði hús sitt fyrir Jesú, bauð honum inn, tók á móti honum og Jesús sagði við hann, í dag hefur hjálpræði hlotnast húsi þessu. Í dag hefur hjálpræði hlotnast húsi þessu. Veistu, í dag þá getur hjálpræði hlotnast húsi þínu, þér. Og hvað er hjálpræði? Hvað þýðir þetta orð hjálpræði? Hjálpræði er leið Guðs til þess að veita fólki, til þess að veita mér og þér frelsun frá syndinni, frá öllu því sem við höfum gert rangt. Og Biblían segir allir hafa syndgað og skorti Guðs dýrð. Allir. Það þurfa allir á Guð að halda. Það þurfa allir á honum að halda. Og leiðin til Guðs er í gegnum Jesú. Við verðum að trúa á Jesú. Og í dag er tækifæri til þess að segja já við Jesú. Í dag er tækifæri þig til að opna þitt hjarta fyrir honum. Jesús sagði, komdu og fylgdu mér. Ert þú tilbúin í dag að taka þetta skref? Taka ákvörðun að fylgja honum. Ekki bara horfa á í fjarska,
heldur fylgjónu þangað sem að hann vil leiða þig. Ef þú vilt taka þetta skref núna í dag, hvort sem þú hér í salnum eða eftir að fylgjast með á netinu, þá vil ég fá að leiða þig stuttri bæn. Stuttri bæn þar sem við opnum hjarta okkar fyrir Jesú. Hleypum honum inn í líf okkar. Tökum ákvörðun að fylgja honum. Það segir í Rómverjabréfinu 10. kafla versi 9, ef þú játar með munni þínum, Jesús er drottinn, og trúir í hjartaðinu að Guð hafi vakið hann upp frá dauðum, verður þú hólpinn. Þannig ég vil fá að biðja með þér bæn. Ef þú vilt taka þetta skref í dag, að trúa á hann, opna lífið fyrir honum, þá vil ég biðja með þér stutta bæn. Við skulum bara rísa öll á fætur og við skulum biðja þessa bæn saman. Sem drottinn Jesús, ég vil opna mínar dyr fyrir þér. Mitt líf, hjarta mitt. Það skiptir ekki máli hvað ég hef gert. Skiptir ekki máli hvað ég hef sagt. Þú heldur því ekki gegn mér, af því að þú elskar mig. Þú dóst fyrir mína syndir, allt að ranga sem ég hef gert, og þú fyrirgefur mér. Ég bið að taka á móti mér eins og ég er og koma inn í líf mitt. Jesús, ég játa með munni mínum að þú ert drottinn og ég trúi í hjarta mínu að Guð hafi vakið frá dauðum og þú lifir í dag. Jesús, ég vil fylgja þér. Amen, amen, amen. Þetta er besta ákvörðun sem við getum tekið, besta bæn sem við getum beðið, að opna hjart okkar fyrir Jesú. Drottni Jesú, hleypa honum inn í líf okkar, fylgja honum. Gera hann að leiðtoga lífs okkar. Gera hann að þeim áhrifavaldi í lífum okkar sem hann vil vera. Amen. Svo getum við tekið skrefið og farið áfram með það til annara og verið áhrifavaldur fyrir aðra, fyrir þeirra líf, til þess að Jesús geti mætt þeim eins og hann hefur mætt okkur. Amen. Halleluja. Við ætlum að ljúka stundin í dag. Við ætlum að lofa Guð í einu lagi. Ef það er eitthvað sem að þú vilt fá fyrirbæn fyrir, ef það er eitthvað sem að þú vilt koma að við biðjum með þér, stöndum með þér í trú, komdu þá fram og við biðjum með þér. Annars förum við inn í kaffiparadís, fáum okkur kaffi saman og eigum samfélag saman. Amen. Guð blessi þig. Sjáumst eftir viku hér aftur sunnudaginn næsta klukkan 12. Það er opið fyrir alla. Segjum öðrum frá. Verum vitnisburður, verum áhrifavaldar í vikunni og bjóðum fólki með okkur inn í hús Guðs. Það sem að hans orði predikað, það sem að fólk getur fær tækifæri til þess að upplifa hann, taka á móti honum. Amen. Guð bless ykkur.
leysir kraftinn þinn. Þegar hafið rís og stormur hvíl, hefur þú mig upp og gætir mín. Faðir flóðin hörfa fyrir þér, þú ert minn Guð, hljóður ég er. Í þér hvíld, ó Kristur minn. Traust á þig, leysir kraftinn